Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Biðjum. Almáttigi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Lát oss vera minnu þess að þú telur daga vora svo megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Bless oss þessa stund í helgidómi þínum, útfarastundu Sigrúnar G. Jónsdóttur. Lát okkur finna huggun og styrk fyrir samfélag við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen.
Svo ritar postulinn: eins og vér höfum borið mynd hins jarneska muni við einnig bera mynd hins himneska. En það segir bræður og systur að hold og blóð getur eigi ert Guðs ríki, eigi erfið heldur hið forgengilega óforgengilegan. En þegar hið forgengilega íklæðist óforgengileganum og hið dauðlega ódauðleikanum, það mun rætast orð þar sem ritað dauðinn uppsveigður í sigur. Dauði, hvar sigur þinn? Dauði, hvar broddur þinn? Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist. Amen. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo: í Drottins nafni. Jesús segir
Allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég stíg niður af himni ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess sendi mig. En sá vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu að öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall í Jesú blessaða nafni. Amen. Mamma, ertu vakandi mamma mín? Mamma, ég vil koma til þín. Ó mamma, gaman væri að vera stór. Þá vildi ég stjórna bæði hljómsveit og kór. Mamma, þú ert elskuleg mamma mín. Mér finnst gott að koma til þín. En mamma, áðan dreymdi mig draum þig, en datt þá fram úr og það truflaði mig. Þú varst drottning í hárri höll, hljómsveitin álfar, menn og tröll. Lék þér og söng í senn, hún var svo stórfengleg. Tröllin þau börð á bumburnar, blómálfa lék á flauturnar. Fiðlurnar mennskir menn á mandólín ég. Allir mændum við upp til þín, eins og blóm þegar sólin skín. Þínum faðmi frá, gjafir flugu allt. Flestum gekk vel að grípa sitt, glaður náði ég fljótt í mitt. En stóll steigi á, stóð tæpt svo hann falt. Mamma, þú ert elskuleg mamma mín. Mér finnst gott að koma til þín. En mamma, gaman væri að vera stór. Þá vildi ég stjórna bæði hljómsveit og kór. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Þessi orð
Pástola Páls hafa fylgt kristufólki í gegnum aldirnar. Þau eru bæði kveðja og bæn, ósk náð og frið inn í líf okkar, ekki aðeins þegar vel gengur, heldur líka þegar sorgin bankar að dyrum og við stöndum frammi fyrir því sem við fáum ekki skilið eða stjórnað. Náð og friður. Tvenn orð sem lýsa á vissan hátt líka lífi Sigrúnar sem við kveðjum hér í dag. Náðin birtist í því hvernig manneskja snýr sér að öðrum í hlýju, hjálpsemi og þeirri ákvörðun að láta sig fólk varða. Og það gerði Sigrún. Hún hafði sterka réttlætiskennd og lét ekki hjá líða að bregðast við þegar henni fannst rangt gert. Hún gaf af sér, hvort sem það var til fjölskyldunar, vina eða ókunnugra ungmenna sem þurftu far heim. Hún hafði þann eiginleika að sjá fólk og taka eftir því sem skiptir máli. Friðurinn birtist í þeirri sátt sem hún hafði við eigið líf. Hún lifði lífinu af krafti, fallegu brosi með hlátri, ákveðni og ást. Hún var hreinskiptin, lífsglöð kona sem sparaði hvorki orð né tilfinningar. Hún elskaði fjölskyldun sína heitt og var stolt af sínum nánustu. Heimilið, fjölskylduboðin, jólaljósin, brosið og gleðin, allt þetta skapaði þann frið og þann yl sem svo margir fundu í návist Sigrúnar. Sigrún var trúuð kona og hún vissi að kristin trú og lofar okkur ekki lífi án sorgar. En hún minni okkur á að náð Guðs sterkari en dauðinn og að friður Krists nær einnig inn í stundir kveðjunar. Þess vegna megum við í dag gleðjast og ekki síður þakka fyrir líf Sigrúnar. Fyrir allt sem hún gaf, allt það sem hún var og mun verða í huga okkar sem kynntumst Sigrúnu í lifanda lífi. Sigrún fæddist 22. apríl 1945 á Hrísateigi 1, hér út við næsta horn. Foreldrar hennar voru Jón Páll Sigurðsson og Lára F. Hákonardóttir. Sigrún var 6 merkur þegar hún fæddist, svo lítil að hún sett í skókassa. Ljósmóðurinn ráðlagði foreldrum hennar að hafa kassan á ofni þannig að barnið fengi í sig hita. En þetta var fyrir tíma hitakassa nútímans. Sigrún var þriðja í 6 systkinahópi. Elst Svanhildur, þá Þórdís, Sigrún, Sigurður, hann látinn, Guðlaug og Katrín. Systkinin ólust upp á Hrísategnum og leikvöllur barnanna var hér fyrir utan á túninu við kirkjuna. Snemma kom í ljós hvaða manneskju Sigrún hafði að bera. Minnast systur hennar hversu glaðlynd og góð systir þeirra var, eitthvað sem fylgdi henni alla tíð. Glaðvarðin og ekki sér tala brosið sem því öll sem hér eru geti vitnað og kalla fram í huga. Sigrún ólst upp á fjölmennu heimili og stundum var ekki mikið á milli handa. Systur hennar minnast þess einhverju sinni að einhverjir karlar hafi verið heimsókn hjá foreldrum þeirra. Einn þeirra kemur auga hennar litlu, ljóshærðu Sigrúnu, þá svona 3-4 ára gömul. Manninum verður orði hvað hún fallegt barn og hann réttir henni peningaseðil. Stuttu seinna kemur Sigrún aftur og þá í annarri peysu og fær sömu viðtöku og áður og fær pening. Eins og það var ekki nóg í hennar huga kom hún í 3. sinn í enn annarri peysu. Eftir það fannst föður hennar nóg aðgert og gert hjá dóttur sinni og vísa henni pent út úr stofinni. Lýsir þetta Sigrúnu ágætlega hversu áræðin hún var og átti auðvelt með að lesa umhverfið. Sigrún lauk barnaskóla, hér frá Laugarnesskóla, þar sem hún kynntist á ungum dreng, William, sem gekk í sama skóla.
Vönguðu fyrst á jólabæli skólans 13 ára gömul. Segir sagan að þegar hún kom heim af jólaballinu, sagði hún föður sínum að hún var búin að finna sér mann. Faðir hennar spurði þá hvað hann væri gamall og svaraði Sigrún því til að hann væri 13 ára. Var þá föður hennar á orði, hann er ekki maður, hann er drengur. Síðir eins og gengur varð Sigrún að útsprunginni blómarós og drengurinn Villi varð að manni. Þau gengu í hjónaband 7. ágúst 1965 og þarf ekki að hafa orð hvar en gera það samt hér í þessari kirkju. En þau voru alltaf jafn ástfangin. Mátti iðulega heyra Sigrúnu segja eftir öll þeirra ár saman, ég elska Villa svo mikið. Ég er alltaf svo skotin í Villa. Eftir barnaskólan lá leið Sigrúnar í gagnfræðaskóla Austurbæjar eða Gaggó Aust. Ævina starf hún aðallega við verslunar og sölustörf og það átti vel við hana. Hún var opin, kom til dyrana eins og hún var klædd. En talandi klæðnað. Sigrún lagði alltaf upp með að vera vel til fara. Það var ekki hennar tebolli að vera illa til höfð. Hún lagði sig fram við, eins og hún sagði sjálf, að vera lekker. Hún sparaði ekki orðin þegar það átti við þar að segja ef henni fannst til dæmis dæturinnar ekki smart klæddar. Ef hún mætti þeim í joggingböksum, sagði hún, þú ert svo óuppbúið rúm. Og það átti ekki aðeins við klæðnað, heldur og borðsiði, eða eigum að segja ósiði. Hvers konar sem átti ekki við dæturinnar sem hún skólaði til í frumbensku og síðan tengdasyni þegar þeir komið til sögunar. Hún skólaði þá líka til. Smjatt þoldi hún ekki og þagði ekki það þegar einhver nærri henni við matarborðið smjattaði. Og þá fekk viðkomandi að heyra það. Annað sem barnabörnin lærðu af ömmu sinni var að standa ekki upp frá borði fyrr en allir væri búnir að borða. Annað væri ókurteisi. Börnin hennar minnst þess líka að móðir þeirra hafi verið svolítið krummi í sér. Mikið jólabarn og gleðiskjörn. Í hennar huga var aldrei nógu mikið af jólaskrauti á heimilinu hátíðarnar. Hún skreytti eins og enginn væri morgundagurinn. En Sigrún og Villi eignuðust 3 dætur, Rósu, Lindu, sem er látin, og Írisi. Það minnast móður sem var til staðar fyrir þær og vildi þeim alltaf besta til handa. Hún var mikill peppari og var ekki spör á hrósið. Hún lét vita hversu stolt hún væri af dæturum sínum og ekki sér talað barnabörnin og langömmubörnin þegar þau komu til sögunar, sem hún reyndar svona stundum hafði áhyggjur af að þau væri ekki nógu vel uppalin. En horfti þess að sjálf sá hún til þess að dætur hennar fengju almennilegt uppeldi og menntun eins og að sækja nám í Málaskóla Mímis og tónlistarnám sem lagði grunn að farsælli menntun dætra hennar. Það vissu allir sem þekktu Sigrúnu, eða öll sem þekktu Sigrúnu, hvar hún stóð. Hún var hrein, eins og áður segir, og bein í samskiptum, við fjölskyldu, vini og bara alla þá sem hún umgekkst. Hún hafði ríka réttlætiskennd og var umhverfissinni. Einhverju sinni varð Sigrún vitni af því þegar bílstjóri fyrir framan hana á rauðljósi hellti úr öskubakka bílsins á götuna. Flestir hefðu kannski svona hneykslast og síðan ekið sína leið. Ekki Sigrún. Hún elti bílstjóran uppi. Náði honum við bensínstöð eina og lét hann heyra það á góðri íslensku. Fer nú ekki sögum af viðbrögðum bílstjórans, en viðbrögð Sigrúnar voru til fyrirmyndar. En þegar þau hjónin bjuggu í Árbænum, gerðist það oftar en ekki að Sigrún var að leið heim úr vinnu á svörtu síðkvöldi ef hún kom auga ungmenni að húka sér far í Mosfellsbæinn á tímum þegar strætósamgöngur voru strjálar í Mosó. Sigrún gerði sér lítið fyrir, tók þau upp í, þótt væri úr leið fyrir hana, en hún lagði sér fram við að vera náunganum náungi, í orðsins fyllstu merkingu og það sem meira hún var ekkert að útvarpa því. Hún var manneskja stórfjölskyldunar,
lagði sig fram með að allir væri vinir, fjölskyldan ferðaðist mikið saman innanlands og ekki sér talað fjölskylduboðin þar sem Sigrún og William voru hrókar alls fagnaðar og djömmuðu oft og tíðum lengur en unga fólkið. Í huga Sigrúnar var aldrei of mikið af fólki í kringum hana. Hún var félagslynd fyrir allan peningin. Ekki skal ég segja að himinninn hér yfir Laugarnesinu hafi verið blár og heiðskýr þegar Sigrún fæddist. Hún sagði sjálf frá því, allt frá því að hún dró andan, hafi hún verið blá, þar að segja stjórnmálalega séð. Ung gekk hún flokknum að hund. Hún var bæði sjálfstæð og helblá sjálfstæðismanneskja. Sigrún var það sem í daglegu tali kallast fundarsetja. Hún var sjálfboðalið í mörgum kosningum í gegnum árin, lagði sitt af mörgum án þess að vera að baða sig í sviðsljósinu eða biðja klapp á bakið fyrir vel unnin störf fyrir flokkinn. Þannig var það í svo mörgu sem hún tók sér upp á sína arma. Ef Sigrún brann fyrir einhverju máli eða málefni var hún fremst meðal jafningja að klára verkið og þar kom meðfædda áræðnin fram. Það vantaði árið 12 í Árbæjarskóla. Þáverandi skólastjóri Þorsteinn setti sér samband við Sigrúnu. Án hikks bretti Sigrún upp ermar, fór að vinna í málinu, enda fylgin sér. Hún rikkaði upp söfnun, hringdi allt og alla og eða mætti í fyrirtæki sem gætu mögulega lagt til eitthvað og hætti ekki fyrr en tölvurnar voru komnar á sinn stað og börnin höfðu not af. En Sigrún var þeim eiginlega gætt að geta talað við alla. Hún fór ekki manngreinanlegt, hún var þekkt í Árbænum og víðar fyrir brosið sitt sem gat brett harðúðustu hjörtu. Þegar þau hjónin rákum árið blómabúð, mætti viðskiptavinum fallega brosið hennar Sigrúnar og áður en þau vissu af voru þau búin að kaupa ívið meira en ætla var í upphafi. Látið mig þekkja það. Sigrún, hún lést á Hrafnistu hjúkrunarheimilinu Boðaþingi í Kópavogi 13. maí síðastliðinn. Hún var sátt við Guð og menn og sitt líf. Hún óttaðist ekki dauðan, eins og hún sagði sjálf frá, vitandi vits, að hún ætti ekki langt eftir og hún lifði góðu og skemmtilegu lífi allt undir það síðasta. Ágætt sagan af því að einhverju sinni að starfsfólk deildarinnar sem Sigrún dvaldist á Boðaþingi og furða sig stórum einn dag á því að vistmenn voru hvergi sjáanlegir, hvorki í herbergjum sínum né frammi í dagstofu. Eftir smá eftirgrennslan hverju það sætti kom í ljós að þeir voru allir í herbergjunum Sigrúnar að partjast og skála í einhverju sem var léttar en malt, sem bæði hressir og kætir. Það fer því vel á þessari stundu að segja skál fyrir Sigrúnu. Skál fyrir því sem hún var og deildi með sér. Sorgin er raunveruleg þegar við kveðjum ástvin, en með sorginni fylgir líka þakklæti. Þakklæti fyrir samveruna, fyrir minningarnar og fyrir það að hafa fengið að eiga slíka manneskju í lífi sínu. Kannski er það einmitt þannig sem manneskjan lifir áfram. Eða eins og eitt ömmubarn hennar sagði, ömmu þótti vænt alla í fjölskyldunni, gerði sitt til þess að allir væru vinir og nánir. Sigrún lifir áfram í orðunum sem hún sagði, í gildunum sem hún miðlaði áfram, í kærleikanum sem gaf og þeim áhrifum sem hún hafði á fólkið sitt. Sigrún er í minningun okkar sem kynntist henni brosmild, hjálpsöm, góð manneskja. Með lífi sínu og nærveru færði hún samfélaginu hlýju og vinsemd og vinkona sem alltaf var hægt að treysta á. Guð blessi minningu Sigrúnar G. Jónsdóttur. En þótt hér sé fjölmenni, bæði hér í kirkjunni og niður í safnaðarheimili, átti ekki öll þess kost að vera við útför Sigrúnar, svo eins og einlæglega hefðu kosið það. Hugur þeirra er vissulega hjá ástvinum hennar á útfarastundu.
og var í beðinum kveðju frá barnabörnum Þóru og fjölskyldu sem stödd eru erlendis og Anitu og fjölskyldu sem búsett eru á Bretlandi. Hugur þeirra hvílir hjá Villa og fjölskyldu og vinum Sigrúnar. Hér eftir athöfn í kirkjunni ykkur boðið að þiggja veitingar í safnaðarheimili kirkjunnar. Best að bara fara út fyrir og vestur fyrir og horninu norðamegin. Það best að komast inn í safnaðarheimilið. Líka að fara niður stigann hann er svolítið brattur, þannig að það sé svona heldur svo auðveldara að fara út fyrir kirkjuna. Guð blessi ykkur, Guð varðveiti ykkur. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Hún bar þig í heiminn og hjúfraði sér. Hún heitast þig elskað og fyrirgaf þér. Hún ætti þér skjól þinn skjöldur og hlíf. Hún íslenska konan sem ól þig og þér helgar sitt líf. Með landnemum sigldum svarandi haf. Hún sefaði harma, hún vaktir, hún svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Hún var íslenska konan sem allt á að þakka vor þjóð. Hún var bátinn hljóm. Hún var ástkonan rjóm. Hún var amma svo fróm. Athvarf renningsins, inntak hjálpræðisins, líkt frá kyni til kyns. Hún þraukaði hallæri, hungur og fár. Hún hjúkrað og stritaði gleðisnauð ár. Hún enn í dag fórna sér endalaust má. Hún íslenska konan sem gefur þér allt sem hún á. Hún brúður sem skín. Hún barnsmóðir þín. Hún björt sólar sín. Hún ást hrein og tær. Hún alvaldi kær, eins og Guðs móðir skær. Og loks þegar móðirin lögð í mold, þá lítur þú höfði og tár falla á fold. Þú veist hver var skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það var íslenska konan sem ól þig og gaf þér sitt líf.
sjá þér við hliðar þín hamingjudís sem ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það íslenska konan, tákn trúar og vonar, sem þér og þér helgar sitt líf. Það íslenska konan, tákn trúar og vonar, sem þér og þér helgar sitt líf. Biðjum, við þökkum þér, algóði Guð og eilífi Faðir, fyrir ljósi sem við oss skín frá drottni vorum og frelsara og heilugu orði hans. Við oss ná til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans straumi og fá að lyktum að hverfinni birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Sigrúnu G. Jónsdóttur frá þrautum og veitt henni hvíld. Verð þú náður þeim sem líf hennar var tengt og ástúðarböndum. Helga, blessa minningar þeirra allra og varveit þau á vegum þínum. Heyr þá bæn í Jesú nafni. Amen. En allar bænir vorar feli verið þeirri bæn sem drottin hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þín vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag og daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið þú oss í frystni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worth a while if you just
up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is. Lofaðu sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprissu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprissan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sigrún, af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínu friði. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sér þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist. Amen.